og í fyrstu umferð vann Val 2-0 en Grindvíkingar tók á móti Frömmurum hér í Grindavík og gerði jafntefli 1-1. Það er allt útlit fyrir spennandi leik hér og það er nú eiginlega rok að norðan. Það ætti að reyna á knattleiknina. En sólin skín og kannski lægir hann líka. Jón Þórir, þið fenguð óska byrjun í fyrstu umferð, hraðlegst áfram? Ja, við skulum vona það allavega. Þetta gekk vel í síðasta leik, en þetta er alltaf sama að vinna í þessu. Það þarf að berjast og vinna sín í leikina, alveg sama hver andstæðingur er. Það er svo sem mikið verið talað um þetta Breiðablíkslið fyrir mót, en þetta verður þá að tekist þokkalega til hjá ykkur, svo langt sem komið er. Já, þetta er, menn hafa unnið sína vinnu vel og menn hafa æft vel í vetur og koma ágætlega undan vetri. Rokið, hvernig þið undirbúin undir það? Er ekki alltaf logn í Kópavogi? Yfirleitt alltaf. Það er rok fyrir bæði liðin, þannig að þetta kemur jafnt út. Og þú ert ekki að halda þig fram að þeir séu neitt vanar þessu? Þeir eru kannski vanar þessu, en ég meina þetta er jafn erfitt fyrir bæði lið að spila boltar með þessu. Við verðum bara að sjá hvað setur í þessu. Hvað gera menn? Halda honum niðri? Já, það er eina viti, annars erum við búin að missa hann á möluna. Menn voru nú að tala um að það væri kannski betra að vera á malaskóm, vegna þess að maður er meira út á möl líklegast. Það er þið ekki alvanir að spila í svona roki hérna í Grindavík, Helgi? Það er kannski svolítið íkt að það sé alltaf rok hérna hjá okkur, en við þekkjum það. Við þekkjum það. Og það er skjól hérna í horninu? Það er skjól í horninu, já. Og við vonumst til þess að ligni eitthvað með kvöldinu. Þannig að þetta er jafnt yfir bæði lið. Þeir þekkja þetta líka úr Kópavognum. Þeir kannast nú ekkert við það. Þeir segja það allir sem koma hingað. Við höfum kynst þess annar staðar líka. Hvernig líst þér á þennan leik? Mjög vel, mjög vel. Völlurinn alveg iðagrænn og góður og þó að sé smá gjóla þá er alveg hægt að spila bolta eða svona öðru. Þið gerðu jafntefli í fyrsta leik hérna. Þið ætla að gera betur í dag? Já, tvímælalaust. 3 stig í kvöld. Það er dagskipunin. Og Grindvíkingar komu ákveðni til leiks. Hér eru Breiðabliksmenn á 50 mínútu, Kjartan Einarsson skrúfar boltan fyrir og úrverður býsna hættulegt markskot. Kári, vindurinn, var hættulegastur lengi vel í þessum leik. En hér eru Grindvíkingar á 12 mínútu með boltan og hörðu barátta. Í liði þeirra 3 leikmenn frá Júgóslavíu, 2 frá Skotlandi og þessi blanda virkar vel. En sjáu þið, þetta er Grétar Hjartarson, skarpasti leikmaður þeirra í sókninni í fyrra haust og hann er það enn. Frábært mark sem hann skorar þarna, eiginlega á tiltrúnni einni saman. Fær þarna sendinguna inn fyrir og er svona eiginlega alveg dottinn þegar hann laumar boltanum fram hjá Atla Knútsinni í markverði. 1-0 fyrir Grindavík. Og Breiðabliksmenn lögðust nú talsvert í sókn eftir þetta en frekar árangurslítið. Hér er Ívar Sigurjónsson kominn upp, 20 mínútur liðnar og stórhættulegt færi Blikanna. En Grindvíkingar bjarga Albert Sævarsson markvörður og félagar hans í tegnum og allt í einu eru Grindvíkingar komnir í blússandi sókn og Atli kemur í útlaup á móti Durom Juskovic sem er nýr leikmaður Grindvíkinga. En Sigurður Gretarsson og félagar hans í vörðinni komu þessu frá, þarna Hjalti Kristjánsson. Staðan 1-0 í leikhléi og hér erum við svo komin í síðari hálfleik og Scott Ramsey kominn inn fyrir, gott útlaup frá Atla Knútsinni langt út fyrir teig. Og Grindvíkingar áfram beittari í þessum leik. Sending hér fyrir markið og þokkalegur skalli frá Guðjóni Ásmundsinni. Og enn voru Grindvíkingar með bolta hér í tegnum. Hér er Grétar og svo hörkuskot frá Juskovic sem reyndist nokkuð steinuhættur í þessum leik. En Atli Knútsson varði þetta alveg meistaralega í horn. Frábærlega varið en næst besta færi leiksins, ef ekki bara það besta. En Grindvíkingar skoruðu ekki því, þó voru þau búnir að skora 1. Hér er Albert Sævarsson í erfiðu útlaupi fyrir Grindavík, átti mörg góð slík í leiknum þegar á þurfti að halda. Hér er Bjarki Pétursson kominn inn á með hörkuskot. Það lifnaði talsvert yfir sókn Breiðabliks undir lokin þegar að Bjarki kom inn á. Og hér undir lok leiksins Kjartan Einarsson kemur boltanum upp í hornið, þar er Sigurður Gretarsson og hann er, heldur eða boltinn á milli, boltinn var á milli. En margir Blikar vildu fá vítaspyrnu þarna, en ekki Grindvíkingar auðvitað. Sigurður þjálfari hér með aukaspyrnu og Sali Heimir Possa með sendingu inn fyrir og Marel Baldvinsson í besta færi Blika fyrir innan en Albert varði aftur. Og þessu komu Grindvíkingar frá í þessu sókn hér og Grétar Hjartarson jafnhættulegur og svo Juskovic, hann er komið hér og Hjalti stjakar honum og þarna sluppu nú Blikarnir aldeilis með skrekkin. En
Grindvíkingar unnu þarna baráttu sigur 1-0, voru vel að honum komnir, sterkari allan tíman og Blikar byrjuðu of seint. Hjálmar til hamingju. Já, takk fyrir. Það var svolítið fyrir þessu haft. Já, þetta var svona baráttuleikur, norðanátt og ekkert þetta að spila fótbolta. Við skorum þetta gott mark og við héldum á því og gátum bætt, við fengum næst besta ferði í leiknum líka. Þið hafið svo sem ekki fengið neina stór spár fyrir tímabilið. Þið vitið alveg hvað þið að hugsa. Já, við höfum ekki fengið stór spár frekar en endranær. En þetta, við tökum svona einn leik fyrir einu og ég vil nú meina það að Blikarnir bara með hörku gott lið. En við vorum bara betri í dag. Kunnið betur á rokið? Já, ég veit það ekki, við erum sennilega nú vanar því. Þennan suður frá. En þetta var góður baráttusigur? Já, mjög góður og mjög gott svona eftir 2 heimaleiki að við verðum að vera með einhver stig því að við höfum erfiða leiki fyrir höndum. Við þurfum að fara til Vestmanni og svo fáum við KR-inga og það er ekki auðveldur róður. Þessi var erfiður, Håkon? Það var gríðarlega erfiður leikur, það er alveg ótt að segja það. Það var mjög erfitt að spila fótbolta bara eins og við viljum spila hann og þess vegna var þetta ströggl allan tíman. Grindvíkingarnir voru sterkir og ákveðnir allan tíman? Þeir voru gríðarlega sterkir og einbeittir og við vissum það alveg og við vorum svolítið senir í gang en þegar